Já, velkomin á Rauða borðinu. Það miðvikudagskvöld og það margt á dagskrá hjá okkur í kvöld. Bóas Hallgrímsson, hann leikskólastjóri í Hjallastefnunni, hann ætlar að koma og við ætlum að halda áfram að tala um leikskólana og kannski ekki síður svona stöðu barnafjölskyldna sem að þessi umræða mín við fólk í leikskólakerfinu hefur eiginlega leitt okkur þangað. Við ætlum kannski að skoða bara í heild stöðu barnafjölskylda. Við höldum áfram að tala um það. Við höfum líka verið að tala um íslensku og innflytjendur og Agnieszka Sokolovska kemur hingað og við ætlum að ræða við hana hvort að íslenskan sé svipa á innflytjendum sem notuð til þess að reka þau á sinn bás. Guðmundur Jónsson, prófessor í sagnfræði, hann kemur hingað. Við ætlum að tala um velferðaríkið, hvernig það var byggt upp, hugsunum á bakviða og hvernig því svona farnast á Íslandi og hvort að við séum kannski að það eitthvað frá hugmyndunum velferðaríkið, að við séum að farin að tala velferðarkerfi og jafnvel samkeppnisríkið. Hérna á eftir verður nýr liður, það eru femínískar fréttir sem að Margrét Pétursdóttir ætlar að koma með hérna. En við byrjum á fréttum dagsins og það Karl Héðinn. Hvað að frétta? Það töluvert meira að frétta í dag en í gær. Það var að koma út ný skýrsla frá Seðlabankanum svona stöðu fjármála á Íslandi og hún segir að afborganir af 100 milljarða nýrra fasteignalána muni vextinni verða endurskoðaðir, þannig að það séð fram á að afborganir af þessum húsnæðislánum muni hækka alveg óverðtryggðu lánin sem komið til endurskoðunar sem eru með bundna vexti, þeir eru bara bundnir í 3 eða 5 ár og það koma mörg 100 milljarðar verður endursetti skattanir á það, mjög fljótlega. Maður vonar að það verði ekki of íþyngjandi fyrir heimilin í landinu, það lítið þannig út. Það verið að hækka vexti og þá hækka vexti meira og vextir óverðtryggðu bréfum elta verðbólguna. Banki vil ekki tapa peningum. Þið getið lesið nánar þetta á samstöðinu.is. Svo var ríkisstjórn Johns Gahr Store má ég bæta einu sem ég lesa því ég var svona að renna yfir þetta og eins og seðlabankastjóri að verið í öðru fréttu núna að segja að þetta sýnir hvað Ísland stendur vel og allt heimilin skulda lítið og það hagvöxtur og lítið atvinnuleysi og Íslendingar eiga mikið í útlöndum og bara horfir bara ágætlega hérna þótt að séu ákveðnar áhyggjur í útlöndum. Þá eru alls konar svona hlutir í þessu að því að það er svona flogið yfir hagkerfið. Og meðal annars kemur þarna fram að eftir innrás Pútín í Úkraínu að þá hefur fiskverð hækkað 21% sem að færir á svona ársgrundvelli færir útgerðinni líklega svona 37 milljarðar eða eitthvað og svo hefur álverð hækkað 61% og það eru gríðarlegir peningar. Og þetta eru atvinnugreinar sem að lifa raunverulega og vaxa og dafna á auðlundum, annars vegar almennings, annars vegar í sjónum og hins vegar í fallvötnum og hver. Orkuframleiðslan okkar. Já, og eitthvað kemur bara eitthvað sára lítið kemur til endurskoðunar á veiðigjöldum á næstu árum vegna þess að það er aðeins meiri hagnaður. Pínulítið bara brota þessu sem að þarna er. Og enn minna út af bættri stöðu stóriðunar, þá hækkar lítillega eða umtalsverðirindar raforkukostnaðurinn sem Landsvirkjun fær. En þó að það sé mikið fyrir Landsvirkjun, þá er það bara lítill hluti af þessum gríðarlega bætta hag sem álverin fá. Verðmæta aukningu sem að verða hérna. Þetta 180 milljarðar á ársgrundvelli sem að hækkun á verði áls og fisks gefur í útlöndum. Sumt að þið kemur aldrei til Íslands, margt að þið kemur aldrei til Íslands. Megnið kemur aldrei til Íslands. Já, ég veist næstu að segja það. Ekki alveg? Já, ég veist næstu að segja það. Einmitt. En í öðrum fréttum að þá í Noregi hefur ríkisstjórn Jonas Gahr Store boðað 40% auðlindaskatt á fiskeldi og það á að leggja stofan á tekjuskatt fiskeldis fyrirtækjana. Fyrirtækjaskatturinn í Noregi 22%. En eftir breytingunum þurfa fiskeldisfyrirtæki að borga 62% tekjuskatt þegar þú tekur það saman. Þetta sama system og í Namibíu. Namibíu máli var að þá skoði ég skattkerfið þar. Þeir eru með þetta þeir eru með fyrirtækjaskatt, ég held að svona herrið þetta, ég held að sé 32% ekkurlis í Namibíu fyrir svona venjuleg fyrirtæki. En ef að þú ert að nýta auðlindir, eins og námur og svona,
þá ert að borga, mann ekki hvað það var 37,5% og svo ef þú ert í einhverju nýta samílar auðlindir almennings meira, þá hækkar það eitthvað meira og ég held að toppur séu demantsnámunar, að þá tekjuskatturinn komin upp í 55%. Þannig að mér finnst gaman að sjá þetta að Noregur að fara namibísku leiðina, kannski kemst það inn í umræðina hérna á Íslandi að við förum namibísku leiðina, verði sérstakur skattur á útgerðir, sérstakur skattur á stóriðju, sérstakur skattur á fiskeldið sem að nýtir firði og flóa. Það engar svona fyrirætlanir í gangi á Íslandi núna að verðmæta aukningin er svona mikil. Ég hef það. Það svolítið verið að tala svona vindfólksskatt og þá stundum talað útgerðina, stundum bankana sem náttúrulega fara að græða mikið út af hækkun skatta. En ég man ekki eftir því í sambandi við fiskeldið og því miður orkuskattur var settur á eftir hrun en hann bara fjarað út. Já, ekki endur nýjaður, ekki viðhaldinn. Nei, það settur tímabundið og svo kom ríkisstjórn Sigmundar Davíðs og Bjarna og fjarað út og sagði bara að vinstristjórnin hafði hann bara svona stutt. Það svo leiðis. En ekki búin að fréttin þeirra? Nei, það stóra tíðindir ennþá áfram frá Englandi og við erum með Guðmund Auðuns en það stóri verðbréfasjóðir hafa verið að græða alveg gríðarlega mikið núna á falli pundsins þegar hafa verið að veðja gegn því og eru ekki með línurit gengi pundsins nokkra áratugi aftur? Nei, Nei, vantaði okkur. Það fáið bara einn Guðmund Auðuns. Þá voru menn að veðja á móti pundinu, svipað og Soros gerði 91 og svipað og margir Íslendingar gerðu þegar hrunið kom í Íslandi, að þá sluppu margir eignamenn, auðmenn, vel vegna þess að þeir veðjuðu á móti krónunni og þeir sem að sátu uppi með fallið voru lífeyrissjóðnir sem að töpuðu, ég man ekki hvað þessi á núvirði, 650 milljarðar, því að þeir veðjuðu ekki á móti krónunni. En það voru margir sem að sluppa því. En Guðmundur Auðunsson með okkur. Það allt, myndum við að segja, bara brjálað í Bretlandi núna. Já, það með ólíkindum hvað ríkisstjórnin gersamlega, má segja, incompetence, sem að sletti nú aðeins á ensku Þeim hefur tekist, það hafa verið þetta veðurbrigði í lofti sem að tengjast mörgu eins og eftirleifu kynntum frá COVID og Úkraínustríði sem hafa þrýst upp verðbólgu og ríkisstjórnin hún ætlaði sér að endurræsa efnahagskerfið með svona thatcherískum trúarbrögðum. Það að stórlækka skatta á hátekjufólk og fyrirtæki og fyrst og fremst án þess að koma með neinar niðurskurði á móti og þetta á verðbólgutímum sem þykir nú ekki sniðugt vegna þess að það hægt að hugsanlega hleypa upp ná ákveðnum leyti hagvexti með því að hleypa verðbólgunni aðeins af stað en þegar þú ert í mikilli verðbólgu þá gengur það auðvitað ekki og markaðurinn gersamlega búin að bregðast við þessu. Markaðurinn búin að fatta það að brauðmálakenningin sem þetta byggist á, það að segja með því að lækka skatta og endar með að fá hærri skattatekjur. Markaðurinn búin að fatta það fyrir löngu síðan að þetta bara þvæla vegna þess að allar empirískar kannanir á þessu hafa sýnt fram á það að svo ekki. Þannig að markaðurinn sá fram á að ætti að reka ríkissjóð með gífurlegum halla og lækka skatta á hátekjufólkið, fyrst og fremst sem enginn var að biðja Það fáránlega þessu, það var enginn að biðja þetta, ekki nema þetta sé ákveðin trúarbrögð frá Kvarteng, fjármálaráðherra og Liz Truss, forsætisráðherra. Það náttúrulega fólki sem kaus Liz Truss hafði beðið þetta, hún vann leiðtogakjörið út á þetta. Þannig það eitthvað smá 150.000 manns djúpt inn í íhaldsflokknum sem baði þetta, en engin annar í heiminum, ekki einu sinni fyrir dómkirkjur, nýfrjálsvíkinnar eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn eða Moody's, hlutabréfaeigendur, allir bara hafna þessu.
Já, einmitt, og það sem það voru reynda bara 80.000 manns aðalega söður Englandi í Shires eins og þeir kallaði söðaustur Englandi sem að kusu Liz Truss fyrst og fremst, þar eru flestir og þetta var aðalega fólk yfir 65 ára aldri og virðist lifa í einhverjum allt öðrum heimi. En það sem að gerðist það að markaðurinn kippti fótunum, gerðsanlega undan þessu. Það eru á markaði og eru búin að vera á nýfrjálshyggjutímanum, eru gífurlega stórir vogunarsjóðir sem að fatta það að þetta muni leiða til þess að pundið hrynji eða pundið detti niður og þannig að þeir fara að veðja á móti pundinu. Og það þýðir það auðvitað, það skapa panik í markanum og ákveðnu leyti eins og gerist á íslenska hlutabréfamarkanum, þá vefur þetta ofan á sig. Leið og pundi fyrir að hrynja, þá eru þeir sem eru svona háðir pundinu, fara að selja og fara að panikera. Ríkisskuldabréf, ávöxtunarkröfur og ríkisskuldabréf rauk upp á öllu valdi. Og þetta leiddi til þess að auðvitað snarhækka allar öll húsnæðislán eins og hefur gerst á Íslandi og það þarf ekki einu sinni Seðlabankann til þess að hækka. Seðlabankinn ekki ennþá búin að hækka, vextirnir ekki nema 2,25 en markaðurinn búin að búa til í raun og veru nýja vaxtastig áður en Seðlabankinn grípur inn í. Þannig að það engin lán til húsnæðiskaupa. Taka sér dæmi, ég sá viðtal við mann sem að keypti húsnæði fyrir nokkrum árum og á 2,5% vöxtum til 5 ára og hann sér fram á það að vaxtakjörin afborganir hans á mánuði eftir að aukast 70% bara á allra næstu dögum. Þannig að þetta það sem að gerast á húsnæðismarkaðinu. Á sama tíma nýfrjálshyggju trúboðarnir í alþjóðagjaldeyrissjóðnum að þeir eru farin að skamma Bretland og þeir skamma venjulega ekki lönd nema þykir mikið til og það er helst þriðjaheimslönd sem þeir hafa verið að skamma og allt þetta kemur af svona hroka sínum verðum við að segja þeir náttúrulega skamma þriðjaheiminn bara hroka sínum að þeir telja sig verið upp yfir hafinn en núna skammaði Breta. Nú skammaði Breta og þeir eru raun og veru bara skammað þá fyrir incompetency eins og þeir segja, hversu lélegir stjórnmálamenn séu við völd í Bretlandi og markaðurinn gerir það sama þannig að það er allt að fara til andskotans. Lífeyrissjóðirnir voru ramba á barmi gjaldþrots og það var margir sem fattuðu ekki hvers vegna það var að gerast en lífeyrissjóðir þurfa að hafa töluvert mikið af fjármagni sem er eins og þeir kalla liquid. Man ekki hvað íslenska orðið það segir fyrir að auðvelt að innleysa það vegna þeir eru alltaf að borga út lífeyri og stór hluti og þau þurfa líka að vera með tiltölulega tryggar fjárfestingar og svo stór hluti af lífeyrissjóðunum voru með mikið bundið í ríkisskuldabréfunum en ríkisskuldabréfin hafa nú hrunið eða það er að segja ávöxtunarkröfurnar á ríkisskuldabréfin hafa stóraukist. Það þýðir það að ríkisskuldabréfin sem þeir eiga sjóðirnir, þeir eru að selja þau með töluverðum afslætti til þess að losa fjármagn. Og það þýddi það að voru margir af lífeyrissjóðunum var að ramba á barmi gjaldþrots. Nú er Seðlabankinn reynt að grípa inn í og það er mjög óvenjulegt að Seðlabankinn grípi svona inn í. Venjulega er það gert bara þegar það eru utan að koma til sjokk sem að kemur á kerfið og þetta er í fyrsta skipti allavega í manna minnum sem mann muna eftir að Seðlabankinn hafi gripið inn í vegna óstjórnar fjármálaráðuneytisins í landinu. Það er engin forsætisráðherra að byrja að nýtla og Liz Truss, er það? Nei, ég held að henni hefur tekist að ekki bara að rústa mannorði eða rústa ríkisstjórninni. Íhaldsflokkurinn hefur verið mátt að vera óvinsællir undir Boris Johnson en á þessum örfáðum dögum hafa henni tekist að venjulega fá nýjir formenn það sem er kallað Hveitibröðstafar heitir það.
hveitibrauðsdaga, en henni hefur tekist að rústa því gersamlega út af þessu bara efnaðs óstjórn sem byggir allt á nýfrjálshyggju trúarbrögðum sem að meira að segja hægri menn eru hættir að trúa á í dag. Herðu, Guðmundur, við þökkum þér fyrir að líta hérna við, ef að fer sem horfir að þá verður þú að vera hér fastagestur hjá okkur, það hérna það eru augu allra eru á Bretlandi þessa dagana. Það verður, ég fylgist með og það er alltaf gaman að koma inn í þáttinn og ég vona að þetta hafi svona gefið ykkur aðeins meiri innsýn hvað er að gerast hér, en allt er að gerast núna bara, þannig að það getur verið allt orðið breytt á morgun, þegar hversu slæmt þetta verður, það veit enginn. Sjáum til, takk hérlega. Takk Guðmundur. Já, svo eru verkföll boðuð á morgun í Fraklandi. Það eru nokkur verkefnisfélög sem eru að boða til þess. Lestakerfi, skólar, mögulega heilbrigðisstofnanir og aðrar almennastofnanir munu liggja niðri. Lífskjara kreppunni. Já, það eru fyrirhugaðar breytingar á lífeyriskerfinu. Og þau eru líka sem sagt að boða til aðgerða til að styðja við og tala fyrir hækkun launa. Og gegn einmitt að það sé verið að breyta þessum lífeyriskerfisbreytingum sem er verið að boða. En aðra fréttir frá Evrópu áfram að Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, er að skora á Evrópusambandið að halda atkvæðagreiðslu í öllu Evrópusambandinu hvort að halda áfram þessum viðskiptaþvingunum á Rússland, og hann segir að þvinganirnar séu að bíta verra á Evrópu en þær eru að bíta á Rússland. Á sama tíma og Brussel er að hvetja til þess að vera hertar. Já, eftir þessa mögulega árás á Nord Stream pípunar. Það eru forðunlegt að sjá hvort að Meloni á Ítalíu taki undir með Orbán, þau eru nú skoðana systkinu margt. Já, svo sannarlega. En það er einmitt spurning núna, þó að viðskiptaþvinganirnar myndu hætta, þá verður kannski ekki hægt að halda áfram viðskiptum með það sem skiptir Evrópu mestu máli, sem er náttúrulega gasið. Þetta er að byrja að leggja. Já, akkurat. En ef við færum okkur yfir til Íslands, þá heldur verð hlutabréfa áfram að lækka. Já, þetta er bara rauður september. Það fellur 13%. Það sem er svo frá 12. september held ég að þeirra var hæðst, og þá var Ísland skráð sem annarsflokks nýmarkaðsríki og átti að hækka markaðinn, en hann hrundi. Það hefur gert akkurat öfugt. Bara í þessari viku hefur verðmæti félagi Kauphallinni lækkað 91,7 milljarða króna. Já. Alveg gríðarleg lækkun. 300 milljarða í allt. Já. Það er allir hlutabréfamarkaðir að falla. Dow Jones er að falla 10% á sama tíma og DAX í Þýskalandi 10%. Þetta er svipafall, og í Bretlandi sem að Guðmundur var að lýsa, þar er allt upp í loft, en íslenski markaðurinn að falla við líka og svo breski. Við getum kannski huggað okkur aðeins við það að við erum ekki eini í þessari súpu. Nei, en þar er talað efnaðs bara hörmungar, þar er allt logandi. Já, það er í harðan vetur. Já, eitt annað, að Píratar hafa verið að tala og leggja til að þetta fella niður námslán á Íslandi. Já. Svona smá, kannski innfluttar hugmyndir frá Bandaríkjunum. Það var í kosningastefnu Bernie Sanders, sem Biden tók upp, og eitthvað hann hlutaði í gegn, lætti því inn með einhverju frumvarpi í baráttu gegn verðbólgu, að þá voru fellda niður námslánaskuldir. Já, þó hann hafi lofað að hann ætlaði að fella þær allar niður. Það eru til hópar á Facebook sem eru lántakendur á LÍN, sem kvarta mikið yfir LÍN, sem er ekki vinsælstofnun, það verður að segjast. Nei. Og ég hef verið að senda svona inn hvort að séu þessu kröfur uppi að fella niður námslán. Því að ég man einhvern tíma þá var ég að lesa breska grein þetta, og þar var talað að Bretar ættu að taka þetta upp frá Bandaríkjamönnum, það sama. Og þá var verið að tala hverju skuldir námsmanni í Bretlandi væru. Og þær voru þar var meðal námsmaðurinn sem að vildi að verið fellda niður, skuldaði svona 2 milljónir, og ég veit að það eru margir sem eru að hlusta okkur núna sem að skulda miklu meira heldur 2 milljónir í námslán. En ég held að skuldir Íslendinga þegar þeir komu úr námi séu mun hærri heldur en til dæmis í Bretlandi, þar sem eru alvarlega verið að tala að fella niður námslán. Vá, það er rosalegt. Þannig að ef einhver er þarna úti sem að skulda mikið í námslán og vil koma hingað til okkar að tala kröfun það að námslánin verið felld niður, þá er bara velkomið að koma hingað. Við erum búin með fréttir dagsins. Já. En við erum samt ekki alveg búin með fréttirnar, því að hér er rétt og eftir koma femínískar fréttir. Nýr liður.
Það eru femíníska fréttir og Margrét Pétursdóttir, velkomin. Já, hvað í fréttum? Heyrðu, ég vildi nú endilega fá að pikka svolítið í málefni sem hafa nú verið hérna hjá okkur á samstöðinni og byrja kannski á Iðnó síðasta fimmtudag. Þar hafa verið málþing, Stígamót voru með málþing vændi á Íslandi. Fullt út úr dyrum, alls konar fólk. Það var lögreglan og það voru lögfræðingar og verkakonur og heilbrigðisstarfsfólk og alls konar fólk. Það er nema vændisköpundur. Já, nú veit ég ekki, þá þekki ég ekki. Nei. En það fá þeir yfirleitt að vera einhvers staðar í friði. Hvað kom hann það fram? Heyrðu, þarna að vera að fara bæði í gegnum sem sagt nýjar rannsóknir sem hafa verið gerðar á högum þolendavændis og þær voru svolítið sláandi. Þetta eru stóra tölur og þær eru að koma mjög illa út, hvað ég var að segja, allstaðar þegar kemur að félagslegum og heilbrigðislegum þáttum. Þetta er yfirleitt fólk sem hefur meiri hlutin að því hefur lent í kynferðisbrotum á yngri árum, sifjaspellum og nauðgunum. Þetta er meiri hlutin að þessu fólki hefur verið að glíma við sjálfsvíks hugsanir, tilraunir og þetta fólk það fær í rauninni afar litla, hvað ég var að segja, það fær afar litla samúð eða það fær allavega ekki mikið svona aðstóð innan kerfisins, hvort sem það er heilbrigðiskerfi, félagslegt kerfi eða annað. Það var samanburður hérna í fréttinni á samstöðinni að það væru stærra hlutfall þeirra sem að hefðu verið í vændi, sem að hefðu verið með sjálfsvíkshugsanir heldur en þeim sem hefðu verið nauðgað. Sem að þannig að hugmyndin það að sé allt í lagi að vera í vændi, þetta sé valkostur og þetta sé bara atvinnugrein eins og hver önnur, passar ekki alveg. Nei, þetta er mjög gríðarlegt áfall. Algjörlega og eiginlega má segja kurvan er þannig að ef þú ert með svona minni hlutana á sikura mendanum á kurvinni, annars vegar kannski mansal öðrum megin og síðan hamingjusama hóran hinum megin, en kurvan þá sem er í miðjunni, hún er alltaf miklu stærri og þar er bara þetta venjulega fólk, íslenska konur sem að lenda í því að vera annarkvort brotnar eða þær lenda í félagslegum og peningalegum hremmingum. Þetta eru fátækar konur, þær eru heilsuleysar og þetta er aðal uppistaðan að þessum hóp. Þetta er þetta versta sem getur komið fyrir þig eftir að margt annað hefur slæmt hefur komið fyrir þig. Já, þú ert eiginlega bara komin alveg út í hot þegar þú ferð þarna í þessa aðstöðu. Þetta kom líka fram, það var reyndar mjög sjokkerandi og maður sá að það var fólk sem að labba út úr salnum, það var verið að rýna í síðu þar sem að gerendur, kaupendur, vændis halda uppi, þar sem þeir spjalla saman og eru svona með, hvað ég var að segja, þeir gefa einhvern, skrokka einhvern og annað og það er mjög niðurlægjandi fyrir þolendur vændis, mjög ljótt og andstyggilegt. En svo var kom Brynhildur Björnsdóttir og kynnti bókina sem hún skrifaði af umkvæði Evu Dísa Þóradóttur og Heldur við eigum svona mynda bókinni að við sýnum hana? Já, endilega, gerið það og ég hvet fólk til að lesa þessa bók. Mögnubók og þetta er svona viðtalsbók og sem hún ræði við fólk sem er akkurat þolendur venjulega konur vænd á Íslandi. Þetta er með merkilega bókur sem kom út á þessu ári? Ég held það, þær eru búin að vera mjög duglegar að lesa þetta? Já, og mjög duglegar í íslensku samfélagi eins og þá að lesa þetta? Algjörlega og þetta er bara umræði sem við verðum að halda áfram að ræða og alls ekki að þakka niður. Ef við förum í næsta mál sem að þeir eru reynda líka búin að taka með langar endilega við ræðum líka svolítið með betur vegna þess að feministar hafa verið að ræða ólaunaða vinnu í 10 ára þar sem að konur eru að vinna með og þetta eiginlega kom upp úr því að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin er að rýna í heilabilun og þar koma fram þessi ólaunuðu störf að konur eru að taka að sér að hugsa heilabilaða einstaklinga fjölskyldu innan fjölskyldunar og þetta vitum við. Kerfið svolítið þannig, það er bara svo hentugt. Það er svo hentugt að þurfa ekki að borga fyrir þessa umönnun.
Það er ágætt að hafa hann inn á heimilunum. Það passi sig að veit ekki of góða þjónustu. Algjörlega. Og þetta heitir svo ódýrt. Algjörlega. Og þetta ekki bara náttúrulega gagnvart heilabilum, þetta náttúrulega, við erum yngra fólk og eldra fólk sem að verið að hugsa á heimilum og svo framvegis. Langveikir og aðrir. Við erum svo gömul, Magga, að við eigum aldraða foreldra. Já. Það kemur manni óvart hvað þetta stórt mál. Og verður bara stærra. Eins og kom fram í greininni sem hún skrifaði fyrir ykkur, hún Sara Steff, þá vilja þeir meina að þetta sé bara faraldur. Þetta eftir að stækka og aukast og það engin í rauninni að búa sig undir það, hversu stórt mál þetta verður. Hver á að sinna fólkinu. Já, þannig að ég held að... Það voru bara ættingjar og þá lendir það oftast á konunum. Já, þannig það, því miður. Þeir eru svo duglegar. Við erum það svo svo. En málið bara þið eru það líka, þannig að þið verður endilega að fara að hoppa á vagninu og aðstoða. Konur hafa ekki unnið baráttunum á heimilunum jafna skiptingu verkana. Ég held nefnilega að það sé bara, ef við hoppum bara síðan yfir í næsta mál, þá sjáum við akkurat hversu magnaðar konur geta verið. Ef við förum til Íran, og ég veit ég voru að ræða þetta núna bara nýlega, að þar barátta í gangi og búin að vera svo sem lengi. Þar búin að vera mikil kvennasaga. Þar var kvennahreyfing sem að spratt árið 1910 og stóð yfir í einhver áratugi. Þær fengu kosningarétt á þeim áratugum og síðan hafa þær alltaf verið sterkar þó að hafi komið svona tímabilin á milli þar sem þau dottið niður og þá hafa þær alltaf verið sterkar og fengið ýmsu fram. En það sem skeið í byltingunni 79 að þá var af þeim tekið svo margt sem þær höfðu haft fram að því. Hvort sem það í sambandi við skilnaðamál eða í sambandi við börn og annað og svo settu þeir á þessi lög þar sem inn í þeim fólst, það var þessi sharia-lögin og inn í því var þessi hvað ég var að segja þar hvað á hvernig fólk átt að klæða sig. Þetta hylja hár sitt, konur. Já, og þar reyndar urðu mótmæli, einmitt út af því og þetta voru svona vinsanleg tilmæli í svona 2-3 ár en þá fóru þeir að taka hart á þessu. Valdið sterkt, sko, það getur bara haldið sín, mótmæli koma og rísa, við vorum svolítið að ræða þetta við hann Kjartan Orra, það koma upp mótmæli og svo hnígaðu alltaf. Já, þetta bara, orkan og úthaldið kannski, og svo náttúrulega þegar ofbeldið svona mikið á móti. Þetta kannski, heldur þessi feminist hreyfing öflug í Íran til þess að taka Hún er það. Og það þú trúið því að það ætli ekki að gefast upp núna. Nei, það spratt upp einmitt 2017 og 2019, þá kom upp svona alda. Núna eru náttúrulega mun sterkari og það aðalega konur sem eru í þessari baráttu núna. Auðvitað hafa verið efnahagsþrengingar líka í Íran sem að gera það verkum að fólk orðið arfa vitlust og brjálað yfir í hvernig staðan En konur eru sem sagt núna aðalega í þessari baráttu. Og það ekkert að furða, sko, því að siðgæðislögreglan sem var sett á 2005, bara árið 2014 voru yfir 200.000 konur teknar í varðhald. Fyrir að klæða sig rétt. Fyrir að klæða sig rétt. Sko, ákærurnar sem eru settar, þær geta verið allt upp í 38 ára fangelsi fyrir að bera ekki réttan klæðnað á réttan hátt. Og þær hafa náttúrulega nokkra dáið. Á þessum alls ekki konu 10 dagar núna í þessari baráttu, þá eru 140 eða 60 manns ég man ekki, bæði konur og ungmenn sem hafa látið lífið, 5.000 manns verið fangelsaðir. Þetta alveg rosalega stórt. Þetta þetta í að vera borgarastyrð. Algjörlega. Og ég hef trú á því að það búið af því að við erum búin að sjá þetta skeið þarna 2017 og 19, þá held ég að þetta sé jafnvel að fara að verða meira heldur en við sjáum kannski núna í dag. Ég held að þessi ekkert fara að gefast upp. Ég held að fólk mun bara safnast utan á þetta og fólk mun halda áfram og vonandi bara sjá eitthvað gott koma út af því. Þó maður vitið ekki, það náttúrulega fasismi og valdníslan eru þetta bara núna alveg í miklu svingi. Ítalíu. Ég sá það nú að það var svona kaldhæðin og húmor í gangi í sambandi við forsetakosningarnar á Ítalíu. Það lýst þannig gat nú skeið að þegar þeir farið að með að búa til áframhaldandi þætti sko, ítalska fasisma að þá farið þeir að fá í hlutverkið konu í hlutverk Mussolínis. Já, kasta konu í hlutverk Mussolínis. Já, og Við fáum það stundum núna að leika karlahlutverkin. Já, það oft svo leið sko. Konu James Bond, konu Mussolini.
ekki gott. Þú fagnar ekki að þessi loksins komin kona sem forsætisráðherra? Það ekki sama kona og kona. Það ekki sama kona og kona, sko. Það nefnilega líka annað sem ég geti trúið að við myndum ræða svolítið hennar stefnu í endilega. Hún til dæmis talað mikið fyrir aukni fæðingatíðni kvenna sem að þýðir raunverulega að hún ætlar að þrengja að lögum þungunarrof og frelsi kvenna. Og það mun ábygglega líka þrengja og vera tekið mikið af samkynhneigðum og hinsegin fólki á Ítalíu í hennar tíð því miður. Það bara það sama og við sjáum alls það sem að kemur svona öfgahægri að þá bara fer lífið að vera fyrir jaðarhópana, sko. Kæra þakkir, Margrét. Já, ekki málið. Vonandi sjáumst við aftur eftir viku. Já, takk. Það núna ætlum við að tala velferðarríkið. Eftir augnablik. Guðmundur Jónsson, prófessor í sagnfræði, hann var með fyrirlestur í gær, held ég, eða ekki, var það gær? Já, velferðaríkið. Þetta eins og þetta hugsjón og síðan var þetta eiginlega stefna flestara ríkja miðja öldina, menn kannski svona, heyrum ekki eins, heyrum við ekki eins oft og áður, velferðaríki. Í dag? Nei, ekki eins oft. Nei. Það nefnilega dofnað yfir þessu orði sérstaklega. Ég myndi gíska á það, en ég veit það líka vegna þess að þú tókst það fram í fyrirlestrinum að það hefði verið sjaldan notað, þetta velferðarkerfi. Já. Má ég bara að byrja þar svona öfumenda? Hver munurinn á velferðarríki og ef ég væri að tala bara um velferðarkerfi? Já, sko, velferðarkerfið þessar stofnanir og lög og reglur sem að setja ramman alls konar þjónustu, réttindi, félagsleg réttindi sem að íbúarnir njóta. Velferðarkerfið að vísa til þessar stofnana Það er örorkubætur, laun í veikindarétti og svona alls konar dótir. Og það eru stofnanir utan það sem halda þessu gangandi og starfrækja þetta. En velferðarríki og velferðarsamfélagi er alltaf annað. Það þá þjóðfélag, samfélagsgerð af ákveðinni tegund sem að byggist á því að það umsvifamikið opinbert félagsleg þjónusta og réttindakerfi sem komið á frekar stór ríkisbúskapur með nokkuð almennum réttindum fólks til félagslegra gæða og kerfið velferðarkerfið eða velferðarríkið gengur þá mikið út á það að tryggja lágmars lífskjör allra íbúana. Nú eru þessi svo verðsetti geti lifað þokkalú lífi og þau eru náttúrulega ýmsum tegund ýmsum gerðum þessi velferðarríkið. Það gerði greinamun á norrænum velferðarríkjum og frjálslyndum velferðarríkjum, Bretlands, Bandaríkjan og þessara enskumælandi landa og enn ein velferðartýpan þessi meginlands velferðarríki eins og Þýskaland og Frakkland og þess áttar sem að tengja réttindi mjög mikið sem sagt atvinnu og sem sagt réttindi bætur stjórnast mikið af sem sagt tekjum sem fá fyrir laun sín, atvinnutekjum. Meinar það svo virk á Íslandi og flera sem tengt í að maður sé vinnumarkaði? Bæturnar hér eru ekki beintengdar sem sagt elli og örorkubætur eru ekki tengdar
launum á vinnumarkaði. En lífeyrissjóðunum, já. Herðu, en að því að þú ert sagnfræðingur, ekki að byrja á byrjunni, hvenær kemur þessu hugmynd og hvernig þessu hugmynd að samfélagi vera svona, því að býst við að samfélagin hafi verið hugsuð öðruvísi áður. Já. Hvaðan, akkur þetta mannskepninu þetta í hug? Þetta á sér langa sögu eins og allt, sko. Og það sem ég var að gera þarna í gær í þessari erindi, það var eiginlega að rekja bæði orðin sem notuður velferðina og þá þessi kerfi sem að þau vísa til, og við getum rakið þetta orð allt aftur til Þjóðverja á 19. öldin, þar sem þeir að tala velferðar samfélag, fólfart stat og þar gegnir ríki veigamiklu hlutverki, ekkert endilega á félagslegum vettvangi, heldur semst að bara almennt að þykja velferð íbúin, og það getur þess vegna verið bara öryggisþjónusta eða að gæta öryggisþegnana. En það ekki fyrir eiginlega að þegar komið fram á undir miðjöldinu, svona eftir 1930-40, þá kemur kreppan og þá koma alls konar aðgerðir hins opinbera til skjalana á félagslega sviðinu til þess að koma til móts við þetta óöryggi sem að kreppan hefur skapað, sérstaklega atvinnuleysi. Samla kerfi hrundi það, þannig að þú þarf að búa til nýtt kerfi. Já. Þetta hefur verið að vaxa svona og einmitt á þessum tíma með aðgerðum Roosevelts í Bandaríkjunum og Norðurlöndunum og í Bretlandi, þá farið að hugsa þessi mál alveg upp á nýtt og þá kemur þetta hugtak velferðaríki, þar sem að þetta félagslega grunntónnin í hugmyndinu velferðaríki. Hvað meinar með því að þetta félagslega? Hvað það? Þetta félagslega þá fyrst og fremst félagslegar aðgerðir, opinberar aðgerðir til þess að veita fólki aðstoð þegar áföll dynja yfir í lífinu, tekjuskerðing, veikindi, slys, dauðsföll. Þegar þú verður gamall og getur unnið. Já, til dæmis. Og það eru mörg börn og þunga framfærslu. Já. Að það sé eiginlega sameiginlegt hlutverk samfélagsins alls að sjá til þess að allir geti átt gott líf. Já, það þessi mikla hugarfarsbreyting sem verður snemma á 20. öldina, sem sagt að þið opinbera hafið þessa ábyrgð. Það var mikið deilt þetta og jafnvel enn í dag að þessu leyti. Það eru mennið á Íslandi sem að vilja fá næturvarðaríkið aftur, það sé bara lögga og herr. Þeir til? Já, Hannes kom ekki inn í háskólanum, hann segir þetta með næturvarðaríkið, talar það með söknuði. Já, en sem sagt á þessum tíma var þetta ekki sjálfsagt mál, sko. Þannig að þetta sífellt tókstreita milli þeirra sem vilja auka hlutins opinbera í þess á félagslega sviðinu. Og þetta ekkert einskorðað bara við sósíalista eða jafnaðarmenn, heldur eru frjálslyndi borgarar seint á 19. öld og alveg fram á 20. öld sem eru að mörgu leyti forvígismenn, alls konar slíkra félagslegra samhjálpar. Eins og við sjáum í það, sumstaðir félagslega kerfið raunverulega byggt frekar á svona borgaralegum hjálparstarfi frekar heldur verkalýðsbaráttunni og öðru slíku, það fyrir svona ólíkt eftir löndum. En hvernig, nú oft sagt að íslenska velferðarkerfið, íslenska velferðaríkið, sé ekki alveg eins og hinn norræna, hvað ólíkt með Íslandi, myndirðu segja það að við værum hluti af norrænu velferðaríkjunum eða eru við öðruvísi? Við erum hluti af norrænu kerfunum en við erum öðruvísi. Já, það stutta svarið, sko. En ég vil fyrst nefna það að það var geysilega mikil og þróun í þessum félagsmálum á Íslandi á stríðsárunum seinni. Og þá kom við upp þessu kerfi sem við enn búum við. Og einn aðalhornsteinn í því almannatryggingakerfið sem lögin almannatryggingar sem eru sett 1946 og þetta gríðarlega viðamikið kerfi og þá þessi félagsmálapólitík á Íslandi mjög metnaðarfull. Að byggja upp gott traust samfélag, svona nation building hugsun í kringum uppbyggingu velferðarríkisins. Þetta á sama tíma og við erum að fá lýðveldi, þannig að menn eru uppfullir af nýjum hugmyndum. Þjóðminjasafn og þjóðleikhús og við viljum fá sinfóníuhljómsveit og útvarp og allt. Ísland á að verða menningaríki, full valda og líka full valda í menningar og félagsefnum líka, sko.
Þannig að það mikill metnaður og mikill hugur í mönnum, en það sem hjálpaði þeim líka á þeim tíma að þetta með ríkustu þjóðum í heimi. Íslendingar græddu svo mikið á stríðinu. Þessi mikli auður sem skapast á stríðsárunum eiginlega fjárhagsleg forsenda fyrir þessu metnaðarfulla velferðaríki sem að myndast. Þannig að á þessum tíma stöndum við alveg fyllilega á sporði við norrænu ríkin hin. En svo gerist það smám saman að velferðarkerfin á hinum Norðurlöndunum, þau vaksa og réttindin aukast, bæturnar hækka og við fylgjum þessu ekki alveg eftir. Þannig að meiri tregða hér. Já, það hægari vöxtur í þessu velferðarkerfi almennt og þetta bæði við sem sagt svið réttindana en líka bara bæturnar sjálfar. Við förum út í ákveðnar aðgerðir, við förum út í tekjutengingar strax frá upphafi sem að halda aftur af bótanum. En svo nefnilega þegar kemur nær aldamótunum 2000 þá fara Íslendingar sækja í sig veðrið aftur og þannig að bilið milli þeirra og Norðurlandana verður ekki alveg eins mikið og hafi verið áratugunum undan. Og Norðurlöndin koma líka niður til okkar. Já, í kreppunni eftir 1990. Við vorum að segja frá því hérna á fréttavefnum okkar. Já. Það var að koma út bók í Svíþjóð sem heitir Gráðuga Svíþjóð, hvernig þjóðarheimilið breyttist í paradís fyrir hennar ofríku. Það sem fjallar eiginlega að Svíar séu eða stjórnvöld hafi svolítið sveikt frá þessar hugmyndum þjóðarheimilið sem næri einmitt utanum þetta velferðaríkið. Áður en við tölum kannski átökin eða svona ólíka þróun á eftirstríðsárunum, þá nefndirðu Jón Blöndal í fyrirlestrunum sem svona forvígismann velferðaríkis í Íslandi og við erum með mynd á honum. Ég er ekki mælikvarði sko, en ég vissi ekki minna mann. Hver er þessi maður? Akkur kynnur hann sem svona forvígismann velferðaríkisins? Ég kynnti hann þarna sem hinn íslenska Beveridge. Og það er ekki lítil. Nei, og þessi Beveridge sem maður vísa til, hann héti William Beveridge og var mjög frægur hagfræðingur í Bretlandi. Og embættismaður og naut mikilla virðingar. Hann fenginn til þess að taka út og gera tillögur nýtt almannatryggingakerfi. Hann var sérfræðingur í því sko. Og semur þarna mikla skýrslu sem kölluð bara Beveridge skýrslan 1942. Hún verður fyrirmynd að mörgu leyti norrænu ríkjana eftir stríð. Þetta alveg grundvallarrit og Jón Blöndal þekkti þetta náttúrulega mjög vel. Hann kynnti sér Beveridge mjög vel og hann kynnti sér Keynes mjög vel og stefnur og strauma í þessum bæði félagsmálum og efnahagsmálum á þessum tíma. Og það hann sem fenginn til þess að ásamt öðrum mönnum til þess að undirbúa tillögur nýjar og breyttar almannatryggingakerfi. Og hann vinnur að þessu meira og minna á stríðsárunum í mörg ár á vegum félagsmálaráðuneytis sem nýbúið að stofna. Svo kemur ný ríkisstjórn, nýsköpunarstjórnin svo kallaða frá 1944 og hún með falið að semja tillögur á samt Jóhann Sæmundssyni. Og þetta er það sem það sem Alþýðuflokkurinn fékk út úr eða væri stjórnarsáttmáli, ég veit ekki hvað það. Þetta var stóra málið þeirra. Þeir gerðu þetta úrslita atriði fyrir þáttöku í ríkisstjórninni. Og Jón Blöndal sem sagt aðal maðurinn, aðal hugsuðurinn á bakvið þetta nýja kerfi. Og það náði ekki bara yfir þetta félagslega kerfi, sem sagt almannatryggingarnar og heilsugæslunni heldur líka hugsaði sér að það væri komið upp svona hagstjórnar skipulagi í anda Keynes hagfræðings hins fræga og þetta ætti að spila saman. Þannig að þetta er allsherjarkerfi sem sagt félags- Hafði hann þessi áhrif að geta náð þessu fram? Hann var bara réttur maður á réttum stað. Hann var sem sagt réttur staður í Alþýðuflokknum? Já, líka pólitískt sko. Þetta skiptir mjög miklu mál og þegar Alþýðuflokkurinn nær þessu fram að þetta verður að stefnuatriði í nýsköpunarstjórninni þá
honum falið að vinna þessum tillögum vegna þess líka að hann var búinn að vinna að þessum málum í mörg ára á undan og hann var líka skrifstofustjóri í Tryggingastofnun ríkisins, þannig að hann þekkti þetta út og inn. En sem sagt, Jón Blöndal hefur verið dálítið svona í skugganum af ýmsum stjórnmálamönnum á þessum tíma. Því hann sneri sér raunverulega bara til verka. Já, hann sneri sér til verka og svo bara dó hann skömmu seinna, hann dó 1947, hann var 40 ára gamall og hafði verið veikur og sem sagt, þannig að svona við sem síðar kom við svona þekkjum mjög lítið til hans. Það er ein gömul mynd sem var almannatryggingar sem var mynd sem að fylgdi. Ég veit ekki hvort að fólk sjá þetta, nú alltaf erfitt að sjá svona flókingröf í sjónvarpi. Þetta er eiginlega mynd af æviferli og hvernig velferðarríkið styður mann og hjálpar manni í gegnum tíman. Viltu pröfa að renna í gegnum þetta, hvernig hugsjónin var, hvernig velferðarríkið hjálpaði okkur æfin á enda? Þetta er sem sagt mynd úr skýrslum og tillögum Jóns Blöndals og félaga, þar sem þeir eru að útskýra hugmyndina almannatryggingar og heilsugæslu reyndar líka. Og þarna lengst til vinstri sjáum við þegar barn fæðist, þá fær fólk fæðingahjálp. Og þarna er þetta náttúrulega líka inn í sem sagt önnun barna og síðan borgar fólk þegar komið á fullorðinsár iðgjöld inn í kerfið. Þetta nýja kerfi var reyndar fjármagna bæði með iðgjöldum og framlagi ríkisins og einmitt á þessum árum kemur ríkið svo mikið inn í þetta félagslega kerfi en áður höfðu sveitarfélögin verið miklu meira og eins líka bara þannig að hugsunin er ekki bara eins og oft er talað að við eigum að styðja þá sem standa höllum fæti sem er jöfnuður í samfélaginu, heldur þetta líka tilflutningur og fé á milli kynslóða. Þannig að við styðjum þig þegar þú ert í námi eða ert með barnafjölskyldur, með barnabótum og öðru slíku. En skattarnir eru kannski hærri þegar þú ert börnur að fara heiman og þú ert kannski komin með hæstu launin þín yfir ævina, þá ert að borga hærri skatta til þess að greiða þeim sem eru ungir og kannski líka þeim sem eru gamlir. Já. Þetta er tilfærslu bæði milli kynslóða og milli frá tekju hærri til tekju lægri. En þau eru misbrött þessi kerfi, þannig að tekju tilfærslunar eru mismunandi eftir löndum. Milli kynslóða? Nei, milli stétta og milli tekjuhópa. En hérna hefur ekki með almannatryggingarnar, hugsjón Jóns og félaga, var það að allir fengju almannatryggingar og það er þessi hugmyndum flutningu á milli kynslóða. En núna hefur það eiginlega verið að laskast með svona tekjutengingum, þannig að það eru bara þeir sem eru með lægstu tekjurnar sem að fá óskertan. Já, það er mjög lítið hluti sem að fær óskertan lífeyri úr almannatryggingum og það gerðist eiginlega bara strax í upphafi. Jón Blöndal byggði á Beveridge grundvallarreglinu um flatar bætur, jafnar bætur fyrir alla. Það er grunn hugsunin. Og svo að þú þurfir ekki á því halda, þá færði þessar bætur, en þú borgar bara hærri skatta í staðinn. Já, og þetta er hugsað sem svo að auka samstöðuna í samfélaginu, en líka það að menn leggja inn í kerfið með iðgjöldum og eiga rétt á því að lokinni starfsæfi að fá sem sagt ellilífeyri. Hann sé ekki skertur vegna tekna á starfsæfinni. Þessi hugsun, þetta er ennþá ekki. Nei, þetta var fellt út úr frumvarpinu á lokastigum málsins þegar Alþýðuflokksmenn og sjálfstæðismenn voru að togast á frumvarpið og sjálfstæðismenn vildu skera niður útgjöldin og þá kom þetta til niðurskurðar ásamt öðru. Og það sem var skori mest niður eiginlega var annars vegar þetta með tekjutenginguna og svo hins vegar þetta sem að þessi hugmynd hagstjórn í anda Keynes, þá kom á fót atvinnustofnun ríkisins og hún átti meðal annars að sjá skráningu á vinnumarkaði, skráningu atvinnulausra, sjá atvinnuleysisbætur. Þetta allt féll út af
bæði og atvinnuleysisbætur komum seinna í gegnum samninga. Já, akkurat, 1955 koma þær. Þannig að kannski var aldrei smíð á Íslandi módelið sem að... Nei, það náði nefnilega ekki alveg fram að ganga, sko. Og það var skamman tíma sem að ekki var tekið tenging á ellilífeyrinum, minnum við frá 61 til 72 eitthvað svoleiðis. En síðan þá hafa tenginguna verið og það eru afar mikið tenginguna núna, sennilega með því mesta sem gerist bara hér í heiminum. Þú fórstu yfir hann að kafla þar sem þú lappar í gegnum gamla fjórflokkin. Afstöðu þeirra til velferða. Byrjaði náttúrulega á Alþýðuflokknum sem að málið skildast. Já, hann leiðandi í þessari. Já, kannski ekki mikið við það að bæta sem við sagt hér eða hvað? Nei, það er þessi klassíska sósíaldemokratíska hugmyndafræði. Síðan komu róttæku sósíalistarnir í Sósíalistaflokknum og Alþýðubandalaginu og voru þeir með aðra afstöðu. Já, það er nefnilega þannig að sko, þeir eru hlynntir alls konar félagslegum réttindum alveg frá upphafi, en þeir eru ekki hlynntir þessu kratíska velferðaríki sem Alþýðuflokksmenn að tala Og hvað það sem þeir fóla? Við getum bara byrjað á gagnrýni Halldórs Kiljan Laxness 1944 á bók Beveridge, þar sem hann segir eitthvað á þá leið sko að... Þannig að hann veit á öllu hann Laxness. Já, hann hefði skoðan á öllu, sérstaklega þessum árum sko. Hann talaði þetta félagslega öryggi sem svona lykil hugtak á þessum árum. Þetta félagslega öryggi Beveridge nú fyrst og fremst til þess að draga úr óeirðum og byltingarhættu og veita mönnum þjáningalítið sko, hann orðaði það einhvern veginn að sem sagt að svo ég hafi rétt eftir kallinum að það verður að gera kapitalismann svona þjáningarminni til þess að alþýðan sætti sig við hann. Hafa þjáningalítið atvinnuleysi, hann orðaði eitthvað þannig. Þannig alveg frá upphafi þá eru sósíalistar og kommunistar gagnrýnir á þessa hugmynd Alþýðuflokksins, vilja náttúrulega þeir eru náttúrulega andófsflokkur, þeir vilja breyta kapitalismann. Þetta ekki það sem þeir stefna að. Smám saman auðvitað gangast þeir inn á velferðaríkis hugmyndina almennt, en alveg allar götur, fram eftir seinni hluta 20. aldarinnar, þá þetta vinstra andóf fyrir hendi. Kannski það endurvakið aftur með nýjum flokkum í dag. Ég held að það sé að núna það róttækt að halda fram velferðaríkinu vegna þess að það er eiginlega engin sem heldur í því á lofti lengur. Mér finnst það allavega gaman að tala tala það svona ómengað eins og var áður. Já, þú meinar sjálft orðið velferðaríki. Já, og líka bara svona velferðarsamfélag. Velferðaríki sem það og þessar hugsunir sem þarna, því að þetta náttúrulega mikið skólast til á leiðinni. Já. En ég ekki að segja að nýji sósíalistaflokkur hafi tekið upp afstöðu til deilna sósíalista og Alþýðuflokks 1950. Það þannig. Þetta samt klassísk efni sem alltaf til umræðu, sko. Já. Herðu, Sjálfstæðisflokkurinn, hann náttúrulega á þessum árum, á eftirstríðsárunum, að gamli sjálfstæðismenn tala gamli góði sjálfstæðisflokkurinn vegna þess að hann hafi verið mildari og það tengist þessu sem við erum að segja að hann hafi verið viljuri til þess að taka þátt í félagslegum aðgerðum og öðru slíku. Var það svo? Já, það er gjarnan að tala það að hafi skapast einhvers konar þjóðarsátt 1944 þetta nýja félagslega ríki Ísland. Og að vissuleyti má segja það, en sko þetta var svona dálítið þvinguð sátt, þetta var eiginlega málamiðlun vegna þess að Alþýðuflokkurinn gerði þetta úrslita atriði og Sjálfstæðisflokkurinn varð að ganga að þessu ef hann ætlaði að koma ríkisstjórnin saman. En hversu heilsugur hann var á bakvið þessar almennu hugmyndir annað mál. Það voru mjög margar raddir innan Sjálfstæðisflokksins. Sumir menn eins og Gísli Jónsson, þeir alveg fögnuðu þessari almennu hugmynd sem sagt svona universal kerfi, meðan aðrir voru miklu gagnrýnir og taldi bara að þetta binda þessa aðstoð við þá allra fátækustu. Það væri svona
fátækra hjálp í nútíman svona borgarlegri fátækra aðstoð þar sem þeir sem eru aflugu færi með frjálsum framlugum styðja hina veikari. Þær rættir hafa alltaf verið. En svona sambandi við svona, þetta leiði bara til aumingjavæðingar og svona. Voru þær rættir? Já, þá voru margir sem að þóður réttur rétt á lífeyri, þá tóku þeir ekki út. Margt fólk sem taldi bara alls ekki við hæfi að ná í bætur hjá Tryggingastofnun. En hugmyndum að ríki væri núna farið að hugsa fyrir okkur öllum og við gætum ekki að okkur sjálf að vera betra einstaklingur sjálfur, sæjum það að gæta öryggi sínu okkur og fleiru. Þetta er nefnilega mjög áberandi. Barnapíu ríkið. Jú, the nanny state, eins og þau kölluðu á ensku. Þetta var mjög sterkt á 7. og 7. áratugnum. Og bæði í pólitíkinu líka í menningunni, í sem menningapostular tóku þennan þráð upp og þetta er hluta þessari líka pólitísku tókstreitu á tímum kaldastríðsins það voru bara sem sagt kommunistar og kapitalistar og sósíaldemókratarnir voru einhvers staðar á milli íhaldsmenn og frjálslyndir sögðu að þetta norræna kerfi það væri litað af sósíalisma Sovétríkjanna og þess vegna ætti að halda þessu og svipað og öfugt við það sem Laxness voru að segja að það væri að koma kapitalismann í kokið okkur þannig að það væri að vera að koma sósíalismann í kokið okkur en þú nefnir þetta menningarlegt það var þarna svona 8. áratun kannski frekar en 7. það sænsku mafíuna það var verið að tala Svíþjóð sem eitthvað þar kæmi eiginlega einmitt þetta að það var eiginlega ónýtt land. Já, Svíþjóð verður svona erkidæmi fyrir norræna módelið og verður líka skotspónn harðrar gagnrýni einmitt á svona forsendum þess að það sé verið að þrengja að frelsi einstaklinganna og athafnafrelsi manna. Mikið af þessari gagnrýni kemur, þegar maður les íslensk blöð til dæmis og reyndar líka á Norðurlöndum, að gagnrýnin svona framan að kemur mikið frá Bandaríkjum. Greinar í bandarískum blöðum og tímaritum birtast og eru þýddar af hægri pressunni hér og annar staðar á þessum nótum. En síðan bara vex andstæða líka í Svíþjóð gegn kerfinu. Já, kannski þessum. Já, en hér á Íslandi birtist þetta mikið á þann veg að margt ungt fólk sækir menntun til Svíþjóðar og kemur með nýjar hugmyndir til Íslands, bæði þjóðfélagið, menninguna, mannin, sálfræði, alls konar nýjar greinar sem menn læra út í löndum og eru að reyna að máta þær við Ísland. Og margir bregðast illa við og þannig er þessi sænska menningar mafía að verða allt of uppið vöðslusu. Og talar eins og að þetta sé einhver sannleikur sem að við eigum að... Já, þetta passar ekki við íslenskt samfélag. Þetta er átakaár, það sem að við gætum sagt að velferðarríkið hafi verið samfélagssáttmáli eftirstríðsárana. Þannig er að fæðast nýr samfélagssáttmáli sem er eiginlega samfélagssáttmáli nýfrjálshyggjunnar sem er tekur við. Hann verður kannski ekki sáttmáli en nýfrjálshyggjan sækir mjög á eftir 1970 eins og við vitum og þú ert að tala greinar þess að góra á Bandaríkjunum þetta er mikið úr bara think tank sem er fjármagnar af auðugu fólki sem er að segja að þýðir ekkert að hafa affordable houses fyrir inn að fátæku því að það, þú rýfur engan upp úr fátækt með stuðningi og það er bara mikið verið að djöflast á þessum grunnhugmyndum velferðar ríkisins, hugsjóninni. Já. Þarna fer bæði saman sem það sem kallaði kreppa velferðarríkisins eftir 1970 vegna bara efnahagserfiðleika og fjármál margra ríkja eru í lamasessi. Þegar verður svo mikill efnahagssamdráttur að þá beinast spjótin að ríkisvaldinu og umsumum þess og margir vilja draga úr þeim. Og það er þessi stagflation sem kemur þarna upp og allt þetta. Kannski ástandi, sem við segja þau sem að lendi í svona ástandi aftur. Já, verðbólgu og samdrætti. En það er líka eins og þú segir að það er miklu markvissari útbreiðsla nýrra hugmynda á hægri vægnum. Oft tengt við Montpellerin, samtökin og það allt. Og við fáum smjörþefin af þessu svona í kringum 1980, 78, 79
og þá eiginlega kemst þetta velferðar þjóðfélag í mikla varnarstöðu, bæði efnahagslega en líka hugmyndalega og það hörð bara þetta háð á næstu áratugum og stendur enn yfir, hún svona mishörð sko, en þetta gengur dálítið í bylgjum. Þú talar svolítið eins og sagnfræðingum ekki svona væntum umfjölduröfnið þitt. Það er langar að spyrja þig. Langaði að fjalla þetta vegna þess að þið finnst velferðarríki vera mikilvæg hugmynd sem er gott að við myndum velta fyrir okkur í dag? Já. Hún ekki bara hugmynd, hún náttúrulega raunveruleiki. Hún raunveruleiki, en það sem ég vildi gera með þessu erindi og okkar tali með að beina sjónum að ekki sjálfu kerfinu heldur hvaða hugmyndi liggja að baki og hvaða gildismat liggur á baki til dæmis réttinda kerfum. Og eitt af því sem alveg höfuð atriði einmitt þessi hvaða afstöðu við eigum að hafa til það sem kallað universalisma, þar að segja hvort að bætur og réttindi að vera almenn fyrir allan hópin, alla þjóðina, eða hvort við eigum að afmarka þær og afmarka bæturnar og beina því að fólki sem hefur minni tekjur. Og þetta ekki bara vinstri hægri spursmál, því að innan verkalýðshreyfingarinnar hefur lengi verið andstaða við eða raddir sem hafa mælt á móti svona almennum bótum og vilja að þær séu tekjutengdar. Þannig að þetta svona ákveðin grundvallar afstæða sem menn þurfa að hugsa vel En nú má ég spyrja, Guðmund, hvað finnst þér? Ættu við að hafa bæturnar almennar? Já, ég tel að við ættum að hafa þær almennar en ég held við komist ekki hjá einhverju tekjutengingu. En á Íslandi göngum við lengra en held ég flestar þjóðir í tekjutengingu. En til þess að geta gert það, hafa bæturnar almennar, þannig öll börn fái barnabætur að þá þurfum við að hækka skatta. Já, það þýðir... Á hverju eigum við að hækka skatta? Nú ég byrjað að spyrja Guðmund sem býr í samfélaginu. Já, ég ætla ekki að koma með tillögur skattahækkanir, sko. Það augljóst mál að það þarf að hækka skatta til þess að fjármagna þetta. Þetta mjög þetta dýrt kerfi en sem sagt En það mikilvægt, fáum við mikið fyrir það? Heldur að þjóðarheimilið sem að Svíar töluðum sé gott samfélag? Þessi maður sem að ég var að skrifa bók sem hefði gráðu að Svíþjóð, hann fjallar þetta með eins og þeir hafi átt eitthvað sem var óendanlega mikilvægt en þeir hafi mistað, talar það miklum söknuði og talar það ekki bara út af réttlætinu og fleira heldur hafi bara hugmyndi manna í samfélaginu breyst, áður hafi þetta verið eitt fyrir alla, nú eru allir að hugsa bara sjálfan sig. Það miklu meiri einstaklingshyggja svo sem í samfélaginu í dag, síðustu áratugina. En ég held að þetta tengist náttúrulega því að skapa meiri sátt þegar menn sjá að allir njóta góðs. En ekki að þetta sé bara bundið fátækrahjálp og líka það að þetta eykur almennt samstöðu meðal almennings að menn fái eitthvað fyrir sinn snúð, semst að leggja til með sköttum í þetta kerfi að þeir fái eitthvað í sinn hlut. Ég held að það eigi þannig lít ég á málið. Heyrðu, við munum halda áfram að tala velferðarríkið. Þakka fyrir að koma og aðstoða okkur við að byrja það. Ég reikna til þess með að Stefán Ólafsson, prófessor og starfsmaður Eflingar, muni gjarna vilja tala um það. Þakkar aftur. En nú ætlum við að tala um íslensku og íslensku, hvernig hún getur orðið svipa á fólki. Agnieszka Sokolowska eftir augnablik.
Og við völdum íslensku og undanfarið. Í gær var hérna Sigurlaug Friðþjófsdóttir og hún hafði skrifað ritgerð málstefnu og var að fjalla það að í nýrri málstefnu sem bara frá því fyrra held ég, mikið talað ungt fólk og svona þáttöku þeirra sem held að sig kalla málnotendur. En hún var að kvarta í leyfi því að það var eiginlega ekkert fjallað innflytjendur sem að íslenska ætti nú að vera svolítið stórt mál fyrir og það er svolítið stórt mál fyrir íslenskuna að 15% þjóðarinnar eru innflytjendur sem ekki með íslensku að móðumáli og við ætlum að halda aðeins áfram að ræða þetta og hérna komin Agnieszka Sokolowska, velkomin. Takk fyrir. Herðu, við ræddum aðeins við Sigurlaug það að svona hreintungustefnan svona ákvörðun það að orrustan íslenska menningu væri það að allir töluðu rétt mál og allir væru eiginlega varðmenn þar og allir hefðu rétt á því að skamma fólk hvernig það talaði og hvernig það skrifaði að þetta væri kannski ekki fallegt samfélag. Nú, hefur þú lært íslensku? Jú. Já. Og hvað er í mörg ár? Já, í mörg ár. Og hérna getur það verið harkalegt að vera að tala íslensku með pólskum hreim í íslensku samfélagi? Eru margir sem að vilja segja það til? Skamma þig? Já. Leiðrétta þig? Það eru svakalega margir og þetta gerir neinum greiða. Ég verð að segja. Þetta upplifun á næstum hverjum degi og ég ekki sátt. Ég ekki lengur sátt við það. Þannig að núna ég pínu pyrrð við þetta og mín skoðun á svona hreintungustefnu með því að fá þetta til að byrja með. Íslandingar eru að gera íslenskuna allt steingerving og veist en þetta stór mál fyrir okkur innflytjenda að íslenska okkar ógild veist, út af hreimi eða beigingavill. Þú getur aldrei gert þetta rétt. Þú getur aldrei talað þetta. Nei, aldrei. Þú getur aldrei koma inn til okkar. Nei. Þú upplifir það þannig? Já. Já, ég upplifir það þannig og ég alveg búin að fá nú, verð að segja. Og undanfarið hef ég skipt aftur yfir í enskuna. Bara í einhvers konar mótmælaskyni. Þú veist, út af hverju á ég að reyna? Af hverju eigum við innflytjendur að reyna að læra íslensku ef hún aldrei nógu góð fyrir helstu Íslendinga. Þú múið til aldrei alla þína ævi sleppa inn í að verða að tala rétta íslensku. Og þannig að þú verður aldrei viðurkennd. Það verður aldrei, hreintungufólki fólki mun aldrei sætta sig við þetta þú talar. Þú múið ekki ná því. Nei, ég held það ekki. Og við erum innflytjendur, við erum alltaf að reyna að útskýra eða bara segja við Íslendinga að íslenska með hreim líka íslenska en þetta kemur ekki til greina að segja ekki hlustað á okkur og þú veist og þegar ég að tala íslensku við einhver sem þekkir mig ekki þú veist eða var ekki að bjóða mér sérstaklega í vittal eða samráði eða bara hvað sem mér líður alltaf að það sé ekki hlustað að hvað að segja þú veist hvað skilaboðin það bara beðið eftir fyrsta villu og þá þegar ég búin að tala þá bara heyrðu, þetta beigir ekki svona og þá ég bara þú veist, ég gefst bara upp af hverju að tala við þetta fólk það sé ekki hlustað á mig bara út af því að ég tala öðruvísi og mér finnst þetta bara alltaf svo skrítið að margir Íslendingar eru að reyna að segja við mig að ef ég segi águrka þá þetta fínt en ef ég segi águrka sem með
pólskum heimi á bara rangt atkvæði, þú veist, þá það allt í þá skilur ekki hvað ég sagði, þú veist, að hugsa tómata og þetta mín upplifun, þetta bara svona, þú veist, dæmi, en þetta lýsir marga, nei, engin, og þá Íslendingar halda að allir eiga rétt að leiðrétta okkur. Það enginn svo aumur, hann get ekki leiðrétt þig. Já, akkurat. Og ég vildi bara benda á að það talsvert margir Íslendingar sem kunna ekki íslensku, góða íslensku heldur. Leiðrétta þig. Já. Hérna, ég ætla ekki að vera með þetta yfirleitt, en þú talar góða íslensku og það augljóst að þú hefur lagt töluvert á þig við að læra íslensku. Hvað hefur lagt á þig til þess að læra íslensku? Þetta allt annað mál, bara út af því að ég með svona tungumála hæfileika. Veist, það ekki erfið fyrir mig að læra tungumál. Ég skil hvað fólk að segja við mig og veist, þó að ég sé með hreim, samt helst ég skiljanleg, veist. En málið að það ekki allir svona. Og ég alltaf að reyna að útskýra að, eru allir Íslendingar bara senar í stærðfræði? Nei, ég held það ekki. Og kunni þið öll, bara nefnilega öll, reybrennandi í dönsku? Nei, ekki heldur. Og þú veist, það eru ekki allir sem geta lært nýtt tungumál, sérstaklega á svona 40 að 50 aldri. Þú veist, en samt við erum að gera okkur besta og það svakalega mikið sem ég gæti sagt upplifun. Svona hvar ert að reka þig á þetta? Þú segir endur að gerist oft á dag, þannig að þú ert börn í íslensku skóla og þú ert foreldri þeirra, eru það vandamál? Það stundum vandamál og það skortur á skilningi af hendi kennara og skólakerfisins og bara Íslendinga almennt, hvernig þetta lítur út í fjölskyldunum þar sem ekki talaður íslenska á hverjum degi. Til dæmis hver á aðstöða börnum okkar við heimanám. Út af það svo mikið áhersla að svona, veist, góða og hreina íslensku og börnin mín eru send heim með eitthvað svona lestrarvasa og orðaskrifbók og ég eða pabbi þeirra einhver á bara að lesa upphátt fyrir þau og þau eiga að skrifa þetta niður. En málið ef ég segi þetta rangt, þú veist, það það mistök þeirra, ef það eru villur, þú veist, og það enginn að pæla í því að börnin, þó að börnin mín eru íslensk, móðurmál þeirra í skilgreiningi móðurmáls íslenska og ekki pólska. Það móðurmál ekki tungumál sem móðir sem talar, það heldur hérna Það talar ekki pólsku heima ykkur? Jú, en móðurmál skilgrein sem tungumál sem talað í kringum, þú veist, það ríkismál og bara óbúinbar mál. Það ekki móðurinn, það bara kjallkonan. Nei, en það svo margir bara út af þetta svo villandi, þú veist, mother tongue eða native language. Þetta skilgreint líka í íslensku og að það alls ekki pólska í mínu tilfelli. Og börnin minn skynja sig sem Íslendinga, Pólverja og Íslendinga, þau eru í raun og veru með tvo móðurmál. En það mjög tákmarkað, þú veist, þessa aðstóð við heimanám og bara í skólagöngunni áfram og það vandar upp á orðaforða. Við höfum aldrei gengið, þú veist, í íslenskan skóla. Við vorum flutt hingað bara 28 ára eða, veist. Og þetta, við erum að læra
með þeim, en ég ekki í grunnskóla, ég get ekki bara sest niður og lært allt sem sonur mér að læra, en það sé ekkert pælt í því. Þau eru bara sendt heim og við eigum bara að bjarga okkur, þú veist. Og þetta stór vandamál í seinni árum. Þegar komið í framhaldsskóla? Já, nei, bara á svona unglingastigi. Og þá falli börnin frekar út í námi og... Já, út af íslenska þeirra ekki jafn góð eins og, þú veist. Það að fólk tali rétt íslensku, það var notað hérna áður en að hér voru innflytjendur til þess að halda ómenntuðu fólki á mottunni. Það svona í stéttarlegum tilgangi. Að hérna, þú talar ekki nógu vel og þú ekki nógu menntuð og þess vegna get ég alltaf verið að leiðrétta þig og bara til þess að þú vitir hver þinn sess í samfélaginu. Heldur að Íslendingar sé að nota þetta gagnvart innflytjendum sem eru mjög stórum hópum í láglaunastarfi, að þetta sé hluti af einhverju svona arfleið að halda vinnuhjúanum á mottunni? Já, og það íslenska fyrst og fremst, þú veist. Sem svipan? Já, en þó að það margir innflytjendur sem læra íslensku og tala og skrifa góða íslensku, þá þetta ekki bara punktur, ok, nú eru þið bara öll velkomin og þú mátt bara alveg færa sig í starfinu og svo framvegis. Þetta virkar ekki þannig. Þú meinar að þótt að innflytjandi sé fullfæra íslensku, að þá sé eitthvað lok, þannig eitthvað glerþak eða hvað viljum kalla það? Nöfn okkar og bara við séum ekki Íslendingar, þú veist. Og já, kannski virkaði þetta hingað til. Það sagði mér eitthvað sem var að leita sér á húsnæði sagðist bara heita Jón Jónsson. Já. Það þýtti ekki að heita Agnieszka Sokolovska af því að þú hafði ekki hringt í þetta bara. Að senda atvinnuumsóknir. Þú veist, það eru svo margir. Það var virtist mjög áhugaverð grein í dag á Vísi, held ég. Eftir pólskri konu sem búin að vera hér í eitthvað 30 ára. En hvernig þetta virkar í raun og veru fyrir innflytjenda að sækja starf og hvert öll þessi ferðiskraf að fara hjá fyrir tækjum, þú veist, og þetta eru bara fordómar, það ekkert annað. Þannig að Íslendingar hafa ríka fordóma gagnvart innflytjendum og íslenskan notuð til þess að... Já, það fyrst og fremst íslenska. Og hvað gerum við þá? Sumir eru alveg að gefast upp. Það alltaf sagt við að þið að læra íslensku. Nú spyr ég hvað eigum við að gera hérna við sem að tölum íslensku? Bara halda kjafti og hætta að leiðrétta. Já, nei, það eru sumir sem vilja vera leiðrétt, en bara virða okkur. Veist, það svo, þetta allt saman svo mikið virðingarleysi. Veist, og það sem Íslandingar geta gert bara vera meira opin og ekki halda að við erum eitthvað heimskir bara út af því að við tölum ekki fullkomlega íslensku. Það ekki þannig, þú veist. En Sigurlaug, hún nefndi þolinmæði, þú veist. Ég veit að þolinmæði ekkert skadlegt, en samt þegar ég las þetta, þú veist, að Íslandingar eiga að vera þolinmæðir, meira þolinmæðir gagnvart innflytjendum og íslensku þeirra, mér leið eins og ég var 30 ára krakki eða hundur, þú veist. Nei, þið þurfið ekki að vera þolinmóðir, þið þurfið bara að sýna okkur skilning. Virða ykkur sem manneskju. Já, akkurat. Og kannski hlusta á okkur og á skilaboð sem við erum að reyna að komast framfæri heldur en að leita eftir beingarfyllum. En svo líka alltaf, það erfitt að vera innflytjandi fyrir Íslendinga. Ég hef verið innflytjandi í Danmörku og í Frakklandi.
og það rosa erfitt að vera með sko 60 heila en tala svo eins og 8 ára því að maður hefur ekki tök á málinu. Maður getur verið alveg að springa einhvern veginn inn í sér af því að þetta svo erfitt. Já, og þú veist, það markmiðið að læra tungumál landsins sem þú ákveður að be í, en samt ég nenni ekki og ég aldrei og vill ekki losna við heiminn út af ég pólsk og ég vill ekki vera Íslandingur, ég innflytjandi þannig að ég get talað íslensku en mér finnst pólsk heim bara allt í lagi og settið ykkur í okkar spör ef þið eru að flytja einhver staðar til Frakklands, segjum við, og þið lærið frönsku, en þið aldrei tala frönsku jafnvel og frakkar. Og hvernig myndi líða okkur ef einhver var bara að segja, ok, heiminn, þú veist, bara ógild. Við erum að ógilda þig sem manneskju, bara út af heimi. Hvernig þetta hægt? Hvernig dettur ykkur í hug að gera þetta við fólk? Ég bara skil þetta ekki. Björk, sem líklega frægast í Íslendingur í heiminum, hún talar ensku með mjög afgerandi íslenskur heim. Já, og fólki finnst þetta bara krúllegt. Já, bara hluti af hennar, bara karakter. Já, og væri þetta fínt að segja við hana bara losnaðu við. Já. Og þegar þú upplifir það að þú sett ekki full gild fyrir þú losnar við pólskar heiminn. Sem hluti bara af þér. Já, akkurat. Sem þú ert. Það svo að taka af þér bara, þetta svona barátta eins og bara fyrir að fá að vera samkynhneigður. Já, þetta veist, það sem sár vandar á Íslandi, bara almennt, svona fræðsla hvernig fjölmenna samfélagið virkar. Og að það sé í lagi að fólk tali með heim og það sé í lagi að fólk tali ekki íslensku fullkomlega og það sé ekki bara í bestu lagi að heyra önnur tungumál í kringum sig og ekki vera pirraður við það. Þetta annað dæmi. Þú meinar að okkur vinnustað sé eins og svo að það eru 3 pólverjar að tala saman? Já, til dæmis. Eins og að sé eitthvað í gangi sem að þeir ætti að hafa að vita? Nei, þessi pólverjar eru ekki að skipta sig af ykkur. Þeir eru bara að tala, þú veist. Hvernig, þetta aftur það sama, hvernig myndi líða ykkur ef þið voru bara 3 í útlöndum að tala saman íslensku og einhver var bara að skamma ykkur fyrir þetta og banna og bara beinins banna ykkur að tala móðurmálið og þú veist, þetta bara eitthvað rugl. Það eru margir sem gera það. Þá þarf eitthvað stórkostlega breytingu, það þarf eitthvað bara umturnun á hugmyndum Íslendinga íslenskuna. Já, það þú veist, en það nú mikið talað jafnréttisfræðslu í grunnskólum og en Íslendingar skilja jafnrétti sem kynja jafnrétti og það bara punktur, þú veist, og það sé ekki hluti af þessari fræðslu ekki, þú veist, innflytjendamál og fjölbreytileiki og bara allt, nei. Þetta eru bara hvítir miðaldra karlar að tala við hvítar miðaldra konur. Og okkur finnst líka, ekki öllum, en samt, það eru margar konur af erlendum uppruna, að íslenskar feministar eru að bara skilja okkur alveg eftir og út undan. Út af, þú veist, feminista umræða snýst ekki konur af erlendum uppruna. Við erum bara... Snýst ekki ykkar svona kröfur eða erfiðleika? Já, akkurat. Ekki bara tungumálið, heldur bara stöðu ykkar í samfélaginu? Þetta allt, þú veist, þetta stór vandamál. Og núna... Því að sko feminismin myndi nú styrkjast mikið við að taka þær konur sem að kannski þurfa helst að berjast fyrir bættum rétti. Að tala ekki fyrir okkur. Þetta líka eitthvað sem svakalega frustrandi að
Íslendingar eru að rannsaka innflytjenda í stað þess að tala við okkur. Veist, það eru ýmiss konar háskóla rannsókn á stöðu innflytjenda og við erum að fara ýmiss konar kannanir á netinu en það eru niðurstöður kynntar og það sé ekki einasti útlendingur á staðnum. Það er að tala íslensku og útlendinga og það er alltaf íslendinga sem er að tala saman. Já. Þetta á við margir hópar sem eru skildir sem eftir. Þannig að það er, hvort það séu feministar eða einhver annar hópur. Við myndum þykja það að vera gefin rödd. Það hefur orðið breyting. Ég manna eftir því fyrir nokkrum árum að þá heyrði ég í Morgunútvarpinu, ég hef sagt þetta kannski áður, þá heyrði ég í Morgunútvarpinu viðtal við 2 pólskar konur sem voru að tala og það var svona, þú talum með hreim og það var eiginlega fyrsta skipti sem ég heyrði bara verið að tala við pólskar verkakonur og það var bara að tala verkalýðsbaráttu og störfið þeirra og það var ekkert svo stórt atrið að það væri innflytjendur, það bara vildi svo til að töluðu með pólskur hreim og ég var voðalega ánægður og sagði, nú kemur meira þessu, svo gerðist voða lítið, en samt svona finnst manni svona undanfyrir 2 ára, það er eins komið frétta fólk sem að tala með svona eilitlum hreim, það er svona pínulítið, sérðu eitthvað svona, er þetta eitthvað pínulítið að skána? Það gæti verið, en þú veist, þetta er bara svona svo kallar good PR. Og þú veist, þetta eru fréttastofur en stóra málið er í raun og veru samfélagið, þú veist, og svona hvernig er horft á okkur og farið með okkur á hverjum degi, bara í búðinni og bara, þú veist, allstaðar, en vinnumarkaður, það er það erfiðasta, húsnæðis og vinnumarkaður. Það er svakalega mikið mismunun og mér finnst það sorglegt, bara sorglegt að hlusta á innflytjenda eða á aðra kynslóð innflytjenda sem eru alin upp hér og tala bara íslensku eins og Íslendingar, þú veist, við fórum í skólan hér og í vinnu og allt, en eru með útlensk nafn eins og barnið minn og þau lenda líka í sama, þú veist, hópi sem er ekki tekinn til greina þegar það sé ráðinn í yfirskoðunarstörf. Bara út af því að það stendur ekki einhvers dóttir eða svona, þú veist, á ferðskranum. Og það er alveg sama hvað þú gerir, þú verður aldrei viðurkennd. Nema þegar það sé leita sérstaklega til pólskumælanda eða veist, ef það sé leita túlk eða veist, pólskumælandi þjónustufulltrúa eða eitthvað slíkt, veist. En svona almenn störf þar sem þú veist, óglist er einhver svona staða bara hvar sem er, þá varla tekið til greina að bjóða útlending í atvinnuviðtal, þú veist. Þannig að þetta er mín upplifun, þetta er ekki einungis mín upplifun. Þetta er mikið megin í samfélaginu. Agnieszka, takk fyrir að koma. Takk fyrir að bjóða mig. Við ætlum að halda áfram hérna og þessi búið að vera mikið á dagskrá í kvöld. Næst eru það leikskólar og barnafjölskyldur. Bóas kemur þetta eftir augnablik.
Já, við höfum talað svolítið leikskólana undanförnu. Tilefni var nú mótmæla staða foreldra með börnin sínir í ráðhúsi og við vorum svona að spurja fólk úr leikskólakerfinu hvað væri að í kerfinu og svo umræða hefur svona þróast ýmsar áttir meðal annars að kannski ættu við að vera bara að tala stöðu barnafjölskyldunar í samfélaginu og leikskólarnir væru náttúrulega hluti af því og við ætlum að halda þess að umræða áfram og hérna er komin hann Bóas Hallgrímsson. Velkomin. Takk. Þú ert framkvæmdastjóri Hjallastefnunar. Já. Sem rekur marga skóla. Já, ég hef verið framkvæmdastjóri Hjallastefnunar núna í rétt rúmt ár. Já. En var þar áður starfsmaður Hjallastefnunar lengi, kendi bæði á leikskóla og grunnskólastigi. Þú alin upp þar inni? Já, mamma er sko leikskólastjóri, gömul. Já. Og hérna... Hvað það segja, stoppkjara vinkona og allt þetta? Já, ég með þetta allt einhvern veginn í mínu DNA gegnum tíðina. Hún og Margrét Pála sem er hugmyndasmiður Hjallastefnunar, það unnu saman og læriðu saman. Og mamma var með leikskóla númer 2 sem vann eftir Hjallastefnu hugmyndafræðinni. Sko, ég rætti við nokkur hérna. Og það sem ég minnst var að gera svolítið í svona samtalinu var bæði að það vanti eiginlega bara að hugsa þetta svolítið frá grunni, okkur eru við þessari stöðu. Það eiginlega ekki, og jafnvel þannig að það væri hættulegt ef við ætlum bara að svara öllum kröfu núna og bara setja í gang einhverja jarðítur og redda leikskólaplássi fyrir 12 mánaða gömul börn og það var ekkert endilega víst að við sumum að byggja upp þann leikskóla sem að við myndum helst kjósa. Ég held að það sé ótrúlega mikið til í því. Þetta ótrúlega umfangsmikið og stórt verkefni til að hugsa af því að ég held að það skipta eiginlega engu máli hvaða Íslending eða hvaða einstakling þú spyrð út í eitthvað svona grunnstoðir samfélagsins og hvað skiptir máli og að við búum til umhverfi sem hvað best fyrir börnin okkar hlýtur að vera mjög ofarlega á öllum forgangslistum allra sem allavega kjósa að vera fjölskyldufólk. Og samfélagi sjálft í heild og auðvitað ætti að vera í grundvöldu samfélagsins af því að án framtíðar þegna samfélagsins þá verðum við illa stödd. Þannig að í rauninni þetta ótrúlega merkilegt. Ég hlustaði mitt á spjallið ykkar Haraldar sem var núna í vikunni og ég ótrúlega sammála svo mörgu sem að Haraldur að benda á í þessu samtali sem þið áttu og ég svo sem lesi mikið eftir hann og fylgst vel með þessari umræðu þaðan að ég held að hann hafi alveg fullkomlega rétt fyrir sér með það að þenslan í þessu kerfi hefur bara verið á fröð. Ég held að það væri örugglega hægt að fá fram einhver fjárframlög og fólk myndi setja á sig gula hjálma og fara að byggja óbúslega mikið af leikskólum. En það held ég myndi ekki leysa þá stöðu sem við erum í núna. Samt það þannig í umræðinni að lausnin þensla. Lausnin að byggja meira, opna fleiri deildir. Það eiginlega eina sem maður heyrir sem krafan í samfélaginu og þar sem að stjórnmálamenn koma fram eða ráðamenn í sveitarfélögunum koma fram og lofa að drífa í því að þenja þetta hraðar út. Það eiginlega þannig. Það ótrúlega sérstök leið til að nálgast orðræðuna að því að vissulega þurfum við fleiri leikskóla og við þurfum fleiri leikskólapláss. Ég þreyti ekki að tala að hvað ég kenni í rauninni oft í brjóstum embættisfólk sem að þarf einhvern veginn að vera í forsvari fyrir pólitískar ákvarðanir og loforð. Að því ég held að það mætti stundum vera einhvern veginn dýpra samtal áður en að teknar eða gefinir loforð. Auðvitað vill fólk standa við loforð. Fólk sem er í stjórnmálum. Þú kannast við að vera í framboði og þú hefur fylgst með vel. Ég kannast líka að vera borgar í þessu landi og ég ekkert svo viss að allir stjórnmálamenn ætli alltaf að standa við loforð. Nei, en vonandi komið meiri krafa og fólk standi við þau loforð. Það er alveg að krafa niður í ráðu sig að það sé staði við það gótvega. Og við erum í nánu hjá Hjallastefnu samstarfi við borgina og ég bara allt sem ég sé gefið til kynna þar sé fólk að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að mæta þessari eftirspurn sem orðið hefur til og til þess að mæta því að þessu var lofað. En það þessuna sem ég segi, og þetta segi ekki af vanvirðingu við stjórnmálafólk, en það þessuna sem ég segi að ég kenni svolítið í brjóstum þá sem eru síðan í framlínunni og þurfa að framkvæma eitthvað sem að var kannski ekki alveg hugsað til enda. Og ég held að það geti ekki verið lausn á þessum vandamáli að þenja frekar.
Við hljótum að þurfa að horfa. Hvað gerum við þá? Það eru þetta mjög algeng ábending að við erum aftar en nágrannar þjóðir okkur og þær þjóðir sem við berum okkur svona helst sama við þegar kemur að fæðingarorlofi og möguleikum foreldra til þess að vera lengur heima með börnunum sínum. Ég í sjálfur sem mjög hrifinn af íslensku samfélagi en mér finnst við oft vera ótrúlega atvinnu svona drifið. Atvinna svolítið svona okkar identity. Hver ertu því það? Við hvað starfar? Já, og núna þegar ég á börn sem eru farin að umgangast önnur börn og spyr maður svona, já, hvað gerir mamma þín? Og þá fyrsta svarið yfirleitt starfstitill. Ekki hún frábær í fótbolta eða ótrúlega skemmtileg við mig og les með mig bækur á kvöldin. Þetta svo mikill hluti af okkar einhvern veginn sjálfsmynd að við erum keyrið einhvern veginn áfram og það dugnaður að vera duglegur í vinnunni og sem styst fæðingarorlof væri. Koma svo. Og það hræði mér stundum Ég nýlega flutti frá Svíþjóð, þar sem að fyrirkomulagið svolítið annað. Mér langar að taka smá kúvendingu spjalli og segja þér bara hvað mér finnst þetta flott framtak. Ég búin að fylgjast með 2 viðmælendum sem voru á undan mér og mér finnst svo gaman að búa til plattform til að hleypa fólki svona og hugsaði það einmitt á meðan að ég var að hlusta á viðmælendin sem var á undan mér að ég hef þessu upplifun að ég vera að upplifa mig svona aðraðan svona í otherness að ég búi í Svíþjóð þó að ég væri búin að læra tungumáli og var mér svo farin að kenna við háskóla á sænsku þá komst ég aldrei inn eins og ég upplifa ég var aldrei með í liðinu en að því svo það ekki gott að samfélagi gerir þetta við stóra hópa fólki heldur því til það eiginlega ekki það ekki í boði það á ekki að vera í boði Þú voru að segja stopp kæra vinkuna. Já, segja við, nú erum við aðeins að rugglast, nú tökum við okkur tíma og kjörnum okkur. En þetta Lengja fæðingarorlof. Lengja fæðingarorlof væri ein leið. Önnur leið væri líka bara að koma til móts við þá foreldra og þetta heyrði ég svo sem þetta kom fram hjá mörgum sem eru eða voru að berjast fyrir sæti í sveitarstjórnum og svona. Hugmyndin að það væri eitthvað svona styrkir til þeirra sem að vildu hafa börnin sín heima lengur ekki fæðingarorlof heldur svona það var mjög mikill ágreiningur það eðlilega því ég held að það mun alltaf halla á kynin þar og hvað gerum við því? Fæðingarorlof náttúrulega verið að borga fólki fyrir að vera heima hjá börnunum sínum já, en þetta bara sögum þess að mæður yfirleitt gefa brjóst og annað því líkt að taka þær lengri tíma en svo þegar þeim tíma líkur það sem svo svona frumþörfu til staðar þá samt líklega að konur taki lengri tíma nýbakaða mæður heldur en feður ég held að við höldum áfram að gera það sem við höfum verið að gera ég held að við á Íslandi séum alveg á ágætis vegferð nú eru feður almennt farnir að taka lengri fæðingarorlof ég til að mynda á 17 ára barn og svo áskamalt barn og það hefur breyst mjög mikið þarna á milli og það mun algengar að fólkið í kringum mig að feður séu lengur með börnunum sínum í orlofi þannig að við erum alveg á leiðinni í eitthvað rétta átt en mér finnst stundum og þetta var harkalegt að segja mér finnst stundum Íslands samfélag að vera svona fjölskyldu fjandsamlegt samfélag og ég leyfi mér að segja að stytting vinnuvikunar hún hefur ekki skilað sér til barnanna ennþá ef við raunverulega svona horfum fáum eitthvað svona þyrlu útsinni yfir þetta og þá farið með yngstu börnin í leikskólan þannig að þau eru fyrst á sinn vinnustað svo ljúka allir sínum degi og þau eru svo síðust á sinn vinnustað og auðvitað því ekki saman að líka að vinna líkamlega erfiðisvinnu eða kognitíva erfiðisvinnu eða það að vera í frábæru yfirlæti með góðu starfsfólki og skemmtilegum börnum og fá að leggja sig við daginn en engu að síður þá ættum við að horfa til þess að vinnustyttingin ætti að nýtast þeim líka, börnunum. Þá hægt að stytta vinnu tíma foreldrana enn meira? Já, ég held nú leyfið mér að fullir og kannski eitthvað sem að fylgist með rauðaborðinu og verður mér sárreiður að segja svona, en ég held til að mynda að við á Íslandi erum á öðrum stað heldur en nágrannar okkar sem að ég bjó með í 7 ár í Svíþjóð. Þar dettur engum í huga að ef að vinnudegi líkur óvænt á hádegi þú áttur að vera ráðstefnu sem átt að vera til 3 og eitthvað forfallast þá nýtir þú ekki þann tíma sem þú ert með vistun fyrir barnið og fer í klippingu eða í verslunarmiðstöð og ef þú stingur upp á því og þetta, ég hef bara orðið vitni að þessu að samlandi minn stakk upp á þessu að gera bara eitthvað skemmtilegt, fara að fá sér eitt drykk á föstudagseftir miðdegi einmitt í svona aðstæðum og það var bara þú sækir auðvitað barnið þitt fyrst
annað bara kemur ekki til greina. Þannig að þessi svona samfélagslega... Er það ekki þannig líka í Svíþjóð að ef þú átt upp að 12 ára aldri að þá getur þú farið fram á að vera í hlutastarfi? Jú. Væri það eitthvað sem við ættum að hugsa að ef þú ert faðir átt eins árs gamalt barn. Já. Og þú ert í fullri vinnu. Já. Og til þess að sinna því, að vera í fullri vinnu og sinna barninu, að þá verður þú að ganga á annarkot hvíldatíma þinn eða tíma sem þú hefur til þess að endurnæra þig líkamlega og andlega. Já, vissulega. Já, vegna þess að það er ekki gefið eftir af vinnutímanum. Ættum við kannski að horfa á það, kannski ættum við að gefa eftir af vinnutímanum. Því að það er óraunhæft að sá sem er með barn heima, eins árs, sinni fullri vinnu, það er bara þannig. Já, það mætti alveg mjög hæglega að færa rök fyrir því að það sé óraunhæft. Og þegar þú segir þetta þá bara eins og þú horfir einhvern veginn inn í hjarta á mér af því að ég er oft sakbitin yfir því hvað ég vinn mikið. Já. Annarkort gengur á tíma sem þú ættir að vera með barninu. Já. Eða hvíldatímaðinn. Já. Eða þann tíma sem þú hefur til þess að lesa, læra og leika þér sem við þurfum að gera til þess að endurnæra sem manneskjur. Já, og vera bara virkir þáttakendur í samfélagi. Við, til að mynda bara þetta spjall, við vorum búin að tala saman að hittast á öðrum tíma en ég bara ákvað að ég ætlaði að vera með börnunum mínu það kvöld. Þannig að þetta, þú veist, ég held að við séum alveg á einhverju jákvæðri vegferð Íslendingar. Mér fannst ótrúlega gaman að fyrir síðustu kosningar hvað allir flokkar voru bara einhvern veginn með menntamál og leikskólamál sem voru bara með eitthvað svona flottar hugmyndir það, misflottar vísulega, en allir voru einhvern veginn að adressa þetta og við sjáum alveg breytingar núna til að mynda þegar farsældarfrumvarpið er komið inn. Það vonandi kemur til með að gera ótrúlega gott fyrir íslenska barnafjölskyldur því að allt þetta álag sem að þú ert að tala og við vorum að ræða settin í myndina að barnið þurfi alveg mjög sértakan stuðning sem það ekki fær. Þá er álagið orðið ennþá meira á fjölskylduna alla. Þannig að við þurfum einhvern veginn bara að halda áfram á þeirri vegferð sem við erum. Ég vildi að ég geti komið hérna bara í kvöldspjall hér og sagt hvernig við leysum leikskólamálin. Ég hef haft rosa miklar áhyggjur af því að Hjallastofnun hefur aðkomið að 18 skólum í 11 sveitarfélögum á Íslandi. Að öll orðræða, eins og ég fagnaði því að það væri allir að tala um leikskólamálin, þá verður það samt til þess að ýfa upp einhvern veginn svona... Hvað? Til að mynda þetta frábæra framtak foreldra að koma sér fyrir í Ráðhúsinu til að benda á sína neyð því að þetta er grundvallastóð sem að þau þurfa að halda til að geta sinni. Það verður bara komast í vinnu til þess að bara eiga í sjó á. En á sama tíma þá verður það einhvern veginn til þess og ég veit það fyrir víst að því starfsfólk hjá okkur upplifa svolítið eins og að væri verið að gagnrýna leikskólana. Að umræðan leikskóla og leikskólastarf verður oft neikvæð þó að það sé kannski ekki inntakið. Eins og þessi foreldrar voru einmitt að berjast fyrir því að börnin þeirra kæmust inn á leikskóla að þau treysta þeim stofnunum fyrir sínum börnum. En umræðan í kringum þetta verður alltaf neikvæð, þannig að það verður eitthvað svona orsaka svona eitthvað í höfðun á fólki, leikskóli, leiðindi, erfitt. Skilur þú hvað ég á við? Ég velta verið með gott að þurfi ekki að vera bara umræða stöðu barnafjölskyldunar? Jú. Með það sem margt sem að... Væntingarnar er náttúrulega að koma bara þaðan, hvernig fólk vil hafa þetta. Auðvitað ættu ekki frá lýðræðislega kjörnir fulltrúar fyrirtækjaeigandunum sem vil fá því í vinnu sem fyrst. Nei, auðvitað ætti samtalið eiga sér stað þar. Það ætti að leita einhvern veginn í rótina þeir sem eru Hvað er bestur í börnin? Hvað er bestur í börnin? Það er ein spurning sem að fólk velti fyrir sér. Er gott fyrir 12 mánaða gamalt barn að vera á leikskóla? Mér finnst mjög eðlilegt. 8 tíma á dag. Mér finnst mjög eðlilegt að fólk velti þessu fyrir sér. Sjálfur er ég ekkert vissum að það sé alltaf best. Mín 12 mánaða dóttir tæplega, nei, hún er bara 12 mánaða núna, hún er komin á leikskóla. Og hún er í dásamlegum höndum, en mér fannst það eitthvað skrítið. Svo hugsaði ég tilbaka, systir hennar byrjaði tæplega 9 mánaða hjá dagmömmu. En í báðum tilfellum bara því að mamma dætra minna er læknir og ég hef verið í stöðu sem bara krefst þess að ég mæti aftur til vinnu. Í ideal heimi hefðu við í báðum tilfellum líklega vilja vera lengur með börnunum okkar.
En fyrst að þau þurfa að fara í skóla, þá ég óbúslega hamingjusamur til að mynda að dóttir mín sé á leikskólanum Öskju. Það bara töfrar í loftinu þar og ég dáist að fólki sem að vinnur. Þú ert búin að vinna þar og ert núna framkvæmdastjóri, þannig að þú... Já, svolítið uppalinn þarna innan, þannig ég kannski ekki alveg hlutlaus. En engu að síður þá leyfi ég mér að segja og þá auðvitað við bara alla þá leikskóla sem ég hef heimsótt, ekki bara Hjallastefnuna, að þetta ótrúlegt starf sem að fólk vinnur á þessum stofnunum og það eru ótrúlega galdrar að fylgjast með því og að vera hluti af því. Herðu, við þurfum að finna einhverja leið til þess að tala svona stöðu barnafjölskyldna, bæði tengslu við þetta. Það líka svona ýmislegt sem í gangi í Reykjavík þetta hagaskólamál og eitthvað fleira, þannig að það sé svona að tala við foreldrana. Það eitthvað sem ekki að fúnkera hjá okkur og svo náttúrulega vorum við áðan að tala við hann Guðmund velferðarríkið sem að einn af grunnþáttunum í því að styðja barnafjölskyldur þegar fólk kannski að koma inn á vinnumarkaðinn með lága tekjur, á jaðri húsnæðismarkaðar, með þunga framfærslu, oft með mikið af námslánum og húsnæðislánum sem það skuldar. Það þetta stuðningskerfi sem þarf að vera þarna og viðurkenning á því að umönnunastarfið sem að foreldra sinna mikilvægt og við erum að búa til eitthvað rými fyrir það getur ekki verið jaðar. En þú gleymir í þessari upptalningu að minnast á það sem ég mig langar svo ofta að hárreita mig yfir. Og það sem sagt eins og þú tala ungt fólk sem að koma úr námi með alveg slígandi námslán oft lenda svo oft í þessu gati á milli þess að hafa verið, það oflangt síðan lukur námi og ofstutt síðan að þau koma út á atvinnumarkaðinn. Þetta mjög þekkt stærð í íslensku samfélagi að fólk fer að huga barninum þegar það að klára skólan og einhverju myndi segja að það bara þeim að kenna að þetta skipulega lífsitt öðru sér en mér finnst það óvíð. Einhvers staðar að börnum að geta komið. Algjörlega. En að þetta fólk lendi mjög oft á einhverju sem kallað lágmarksframfærslu vegna þess að þau eru oflangt síðan voru í skóla og stutt síðan þau duttu á atvinnumarkaðinn. Þetta finnst mér líka stærð sem að mér langar stundum. Því að þau eignuðust börn þetta á þessum tíma. Já. Þannig að þegar þau koma námi, eignast börn og það senkar því að þau fara inn á vinnumarkaðinn. Eða þau eignast börnin bara rétt áður en þau fara inn á, sem sagt, þau eru byrjuð í vinnu, en svo kemur barnið, en þá eru þau ekki búin að safna sér á hennu réttindum sem starfsmaður í nægilega langan tíma. Við finnum þetta. Ég ætla að finna leið til þess að fjalla meira barnafjölskyldur. Svo hittust við bara setna og ræðum barnafjölskyldur. Ég ætla að sleppa þér núna, vegna þess að eins og við vorum að tala að þá mikilvægt að maður rækti sjálfan sig og Bóas gaf sér færi og slótast hingað inn en hann ætlar að fara á tónleika með Benna Hemhem sem fólk verður að gera til þess að bara halda hausnum í lagi. Rauðaborðið búið núna, ég hveti ykkur til þess að horfa hérna á morgun klukkan 8. Ég bið ykkur líka að hjálpa okkur að byggja upp samstöðuna með því að læka síðurnar á YouTube og Facebook. Þið getur líka farið inn á samstöðun.is, það hellinga fréttum. Ef að þið ratið ekki inn á Facebook og YouTube og þá alltaf þegar útsetting í gangi, þá getur þið farið inn á samstöðun.is, það efst upp í horninu til vinstri, hnappur sem stendur í beinni, þið ítið á hann og getið hort á samstöðuna eins og þessi ekki á sjónvarpi. En takk fyrir í kvöld.